eins og vanalega á fréttum dagsins. María, hvað segir þú? Já, fréttir dagsins. Það kannski eins og þú komst inn á með Eflingu sem náttúrulega kannski aðal fréttin og þú mátt fara aðeins nánar í síðar. Með Sigurði. Það var svolítið, voru margir sem að hlustuðu bæði á Silfrið og svo var líka ágætis deila Stefáns Ólafssonar og Viljáns Birgissonar á Sprengisandi. Já. En það sem að mér fannst eiginlega kostulegast Morgunblaðið mjög ákaft í þessu máli. Já. Og það var með frétt það að kannski ætti að leggja fram samninga SGS til atkvæðagreiðslu inn í Eflingu, sem umverulega það sem að Samtök atvinnulífsins að bjóða Eflingu. Þetta tillaga það að Samtök atvinnulífsins leggji fram tilboð og það verður kosið það hjá félögum Eflingar. Þetta svo furðulegt sko og þetta tvist einhvern veginn hvernig Morgunblaðið er að fara á sveif með líka sko gagnrýni bara á Sólveigu Önnu og Þetta kvefuð, María? Já, ég er ein af flensugemlingum nýjársins. Þannig að við höfum 2 metrar á milli okkar. Já, það er 2 metrar reglan. Ok, við ræðum með Sigurð Pétursson Eflingu og deilurnar í Verkó. Já. Og kannski bara stéttabaráttan almennt. Það mér leiði svolítið við þessar fréttir og við svolítið vera kvart yfir á samstöðinni. Það allir fjölmiðlar fullir af fréttum af kjaradeilu, en það engin frétt kjör fólksins sem að fara í verkfall. Við höfum reynt þetta á samstöðinni, en það ég hef ekki séð þetta neistar annars þar. Nei, þetta kom svolítið fram í kannski líka því sem hún var að gera í Silfrinu síðustu helgi, hún Svanhildur Hólm. Það sem hún var að reyna að rugla fólk í rýminu síðan með kjörum. En veikleikin í fréttunum, sást í Silfrinu í gær, man ekki hver það var, sem var að segja, eins og við höfum séð það sem verið að dreifa launatöflunum, að þá búið að vera að dreifa því á Facebook, hverjar eru kröfur Eflingar. Og þá einhver að vitna til þess í umræðu þetta á fjölmiðli, að það sé verið að gangi eitthvað sem verið að dreifa launatöflunum. Það ekki fjölmiðla þetta. Og þá kemur í ljós að þú veist að hæðstu mögulegu hefur búin að vinna í 100 ár og í efsta launaflokki, að þá það ennþá langt undir 500 skalli. Og þetta eru kröfur fólksins sko. Þetta eru rosa kröfur sko, þetta veldur. Já. Þetta eitthvað sem maður mætti fara að ítreka. Heyrðu, HM í handbolta, var það eitthvað? Íslendingar konur í milliriðil. Íslendingar fengu áfall. Horfur á handbolta? Ég horfi stundum sko á handbolta. Mér finnst gaman að horfa. Helst handbolti sem ég horfa á. Já, mér finnst gaman að horfa á hópíþróttir, þá maður þarf ekki að vera svo mikið inn í þessu. Þetta eitthvað svona tækni og svona, en að stóru leyti þetta Stundu gerist það að liði verður betra en summa einstaklingana. Stundu gerist það að liði verður verra en summa einstaklingana. Og það gerðist á leiknum við Ungverja. Við sáum fyrst Ísland verða stærri en einstaklingandir. Og svo bara miklu minna. Og þá það vangaveltur svona hverjum að kenna. Hverjum einstaklingum að kenna þegar stóð sig ekki nú vel? Nei, það er eitthvað sem í hópnum. Það svo merkilegt að horfa á þetta gerast þegar þeir eru búin að vera yfir allan leikinn og svo byrjar eitthvað að klikka. Sameiginlega mistu allir trúna. Og sko svipurinn á þjálfaranum, ég sagði svipurinn á þjálfaranum núna nóg til þess að þeir bara verða undir og undir. Það bara hjálptum á auðvitað. Já, hann var bara. Og kom ekki með neina lausnir. Nei. Hendi einhverjum svona aðeins inn í einhverju desperasjón. En það var alveg augljóst að þetta var skip. Þannig að það var bara mótjóðið farið. Það var einhvern veginn. Skip án fórustu og sildi bí fyrir. En þetta bjargast allt saman. Já. Þeir voru leikur í dag á móti tildulega léttum andstæðing og það hressir þjóðarsáluna. Heyrðu, innviðirnir, þeir að bresta á Suðurnesjum, uppáhaldsmálið mitt. Já, það bara, og Keflavíkurflugvöllur bara bæði heitavatns og rafmagnslaus, keyrandi á einhverju varaaflstöð. Já, þannig það var ekki kalt inn í þessari lyfstöð. Ég veit ekki hvort það var kalt sko, því þeir voru allavega, ég veit ekki hvernig þeir kynda, þeir hljóta nú að kynda með ekkert kaffi að því að kaffivillinir enga grillaður ostasamlokur. Jú, þeir hafa varaaflstöðina í það sko, en ég veit eins að þeir ekki með hitan, að því þeir hafa kannski verið sko, nei því þeir eru heitavatnslausir. En það geti hafa verið ógeðslega kalt í löfstöð. Og ekki þetta að draga svona þykkar gardínu fyrir allt úr stáli og steini og fljótt að verða ískalt. Já. Það má ekki leiða þessu.
Nei. Þetta virðist vera sko, þeir vilja meina það að þeir séu með þarna Suðurstrandarlínu 2 í bígerð, Suðurnesjalínu segi ég, 2, að þetta var Suðurnesjalína 1 sem var sló út og Landsnet hefur viljað leggja aðra línu til stuðnings að þetta sé bara vegt sem að við sjáum að þetta náttúrulega ef fer út einhver Fólki í Vogunum vill fá það í jörðina. Já, þá vilja búið að fá þetta í jörðina og þetta hefur strandað á því. Og búið að vera strand eiginlega jafn lengi og Sundabrautin eitthvað. Já, örglega sko, þú veist, allavega í einhver tíma. Þannig að maður hugsa með sér sko, hvað er ekki eitthvað svona, hvað maður að segja, eitthvað stjórntækt til á landinu sem maður getur bara sagt, heyrðu, hingu ekki lengra, við þurfum bara að leggja aðra rafmagnslínu, sama hvað. Þú veist, þetta er svo skrítið að eitthvað svona getið stranda. Og bara segja við Landsnet að þið leggja þetta bara í jörðina og bara græði bara minna. Já, það getur verið. Já, eitthvað, skilur við. Þetta er rosa skrítið að þetta strandi bara á því að einhver sveitafélög geti ekki komið sér saman eitthvað svona. Það má ekki fólkið í Vogunum segja bara við viljum ekki fá aðra háspennulínu yfir hausinu okkur. Jú. Þá bara neyðist fyrirtæki til að setja í jörði eða eitthvað, skilur við. Þú vill lausn? Ég veit ekki, mér finnst bara allavega eins og það verði að vera einhver lausn, skiluru, á svona málum. Þetta er svona eins og þegar landeigendur neita sko, veita aðganga vassborholum eða eitthvað svoleiðis, af því þeir fá ekki sko 100 áskallinum meira. Það er allavega svoleiðis dæmi. Víða svoleiðis deilur. Já, það er víða svoleiðis deilur. Og þetta er einhvern veginn, þegar þetta snýst sko bara auðlindirnar okkar og það sem við verðum að hafa til þess að geta búið á þessu landi. Þú veist, við verðum að hafa bara vatn og hitaveitu og allt þetta. Það eru 2 aðeins sem eru að deila og þeir eru að kosta niðurstöðu. Þú eins og þess að hringja í mömmu og láta hana bara ákveða. Það er ekki alltaf hægt. Stundum verður bara að finna lausn. Nei, en stundum þarf líka að vera sko svona samkomulag hvernig lausnin er fundin. Ég held að það kannski vanti. Ég veit það ekki svo sem. Ég er ekki svo ég siti á þessum bæjarstjórnarfundum. Þú veit að finna leið til þess að fjalla hérna brotnu innviði hérna við Rauðaborg. Þetta er bara orðið allt og algengt. Þannig að við á þessu ríka landi, 7. ríkasta landi í heimi, síðastri gáði, að við séum að lendi í þessu. Þetta er náttúrulega bara... Þú veist það, María, að þú getur verið fátæk í ríku landi. Já, ég veit það. Það er náttúrulega alveg hægt. Já. Hvað byrður upp á núna? Herðu, hvað er meiri fréttum? Það er það er hátt verð í Vesturvin. Já, ég var að skrifa fréttum þetta. Ég held að það sé engin með þessa fréttum að við á samstöðinni, þannig að ég hveti ykkur til þess að skoða það. Þetta er alveg fáránlega hátt verð á þetta er inn í Ánanustum. Já. Þetta er Héðinsreiturinn kallaður, þannig að það var vélsmiðan Héðin. Þetta er Óli Ól í samskipum á þetta. Hann á reynda líka sem er verið að byggja. Sér þannig mynd á honum. Ég held ég að stólið þessari mynd í Mogganum býst afsökun á því. Þetta var mynd sem að fylgdi með frétt, gamalli frétt, þar sem hann er að fjalla hestabúkar sem hann á í Frakklandi. Já, það er eins og hann sé að segja nei. Þetta er vellugur maður, hann er nóga peninga. En hann þarna er verðið á fermetra einhvers staðar í svona frá svona ódýrstýbúðunum svona 1100 kall og upp í svona 1200 skall fermetrin. Akkurat. Það er stúdíóíbúð, rúmlega 40 fermetra, kostar 60 milljónir. Já. Og ég fór að skoða því af þessu tilefni að því að þetta er svo gengdalur stýrt og hvað þið hefur gerst og ég bar saman í annarri frétta á samstöðinni byggingavísitöluna, það sem er bara mælir hvað kostar að byggja hús og svo fasteignavísitöluna frá mannvirkjastofnun, húsnæðis og mannvirkjastofnun. Og þá kemur í ljós að sko álagningin frá byggingakostnaði hefur sko margfaldast. Margfaldast. Hvað var langur tíma milli þessara? Ég tók alveg frá 94 og svo breytingi byrjar að verða sem að tengist því sem við höfum svolítið fjallað hér að þegar að þetta er eiginlega sko, þarna er hækkun á fasteignaverði umfram framleiðslukostnað og það er þetta byrjar 94, þetta er eiginlega áður en að ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins tekur við. Þannig að þetta sem þetta síga niður er eiginlega húsnæðisstofnun sem að Jóhanna Sigurðardóttir setti á laggirnar.
Síðan tekur við þessi ríkisstjórn, þannig mjög fljótlega eftir að grafi kemur og þeir fara að breyta. Það reyndar að það kemur smá svona upp sem líklega bara 2000 góðarisbylgja, þar sem að var svona verið að veita meira lánsfé og eitthvað fleira. Síðan áður en að stóri Kamel núðandi 2 að þá húsnæðisstofnun lögð niður og Íbúðalánasjóður tekur við og þarna raunverulega íbúðalán einkavædd sem höfðu áður verið hlut ríkisins sem að lánaði svona 70% af húsnæði og svo komum bankarnir og lánuðu þar umfram en þarna með breytingunni Íbúðalánasjóði að þá þessu öllu snúi við og að sumuleyti þá 400 milljarðar tap á húsnæðislánasjóði afleiðinga þessu. Þarna verður eitthvað svona rosaleg bóla og þetta bara springur svo og jafna sig en síðan tekur við túristabylgjunni þá byrjar þetta að vaksa aftur og það finnst þetta út af skorti. Það vantar bara húsnæði. Það bæði verið að setja í Airbnb en ekki síður vegna þess að það flytur svo mikið af fólki til landsins til þess að ráða við ferðaþjónustuna að því vantar líka húsnæði. Þannig að það kemur svona skortur og svo þegar við erum komin hérna þetta er hvað 2015 sem það byrjar að rísa svona upp. Snöggu upprisuna. Að það svona 2016-17 þegar túristabólaðin komin í alveg í, en síðan það sem hækkunin þannig í lokin, það lækkun vaxta innan í skortmarkað sem leiðir til þess að það verður svona brask æði inn á húsnæðismarkaði, allir að kaupa húsnæði til að leigja. Til að leigja. Við erum sýtt fram að það er bara innan við helmingurinn á húsnæðinu sem seldur á þessu tíma fólk sem ætlar að búa þar sjálft. Akkurat. Og ég sá það til dæmis að maður skoða bara frá nóvember til nóvember, að 9. tölundar í nóvember, að þá hefur byggingavísitalan hækkað 10%, en fasteignaverðið 20%. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að álagningin ofan á framleiðslukostnaðinn hefur hækkað 30% á einu ári. Já, einmitt. Og þá getur sagt hver að leggja þetta á þetta. Þetta raunverulega saga það hvernig svona raunhagkerfið svona Main Street framleiðsla sem bara byggja hús og selja það með þokkalegri áleiningu, hvernig það bara ítt til hliðar og við tekur svona fjármálavettur kapitalismi, þar sem að lóðabraskararnir, verktakarnir, fjármálakerfið og allt saman allt vinnur að því að sprengir upp öllu valdi. Þetta svolítið, ég skrifaði einmitt smá pistil eftir henni Theodóru í Kópavoginum, þar sem hún var að lýsa ferlinu við að í skipulaginu í Hafnar, hvernig það var bara verið það voru bara verktakar í runni og peningafólk sem að tóku það yfir. Átti að vera eitthvað svona átti að vera svona hugulegt svona lifandi hverfi við höfnina það sem að, þannig að þetta bara allt, þetta allt svona. Svo átti að líka myndinni þarna, þetta heitir Vesturvin, þetta er ótrúlega þétt. Og ég var að byrta ykkur myndir þessu og svo segir fólk svona, allir fólk sólin skína þarna okkur að því maður þekki þessi hverfi fyrir ofan Smáralind. Núna farnar að heyrast svona raddir með þess að vera kvartundað þetta sé byggt allt og þétt. En ég pröfaði að tala við fólk sem að býr í Hlíðarenda, þannig að Valskörfinu, að þegar talaði það og koma arkitektar og skrifa þetta, þarna sé eitthvað svona og svona. Og svo spyr maður hvernig, nei, það er bara sólin alltaf sko, því að fólk svo hrætt að tala þetta, að falli verðið á húsnæðinu þeirra. Þannig að okkur gengur ekkert sérlega vel að fá fólk til að tala þetta sem býr í þessu. Nei, og svo kannski líka fólk bara ánægt með húsnæðið, kannski komið nýtt barn og eitthvað annað kannski sem að skipta það meira máli núna. Það er allir bara glær. Herðu, við erum að drífa okkur, hvað er meira? Hvað er meira? Það er heimildin er byrjuð. Hvernig það nafn? Herðu, þá mættu velja, hvað er vestanafnið, stundin, kjarnin, heimildin? Þetta ekki átt að þetta bara kjarnastundin. Nei, ég veit það ekki. Ég er aðeins búin að velta þessu fyrir mig, sko. Mér finnst þetta pínulítið erfitt nafn. Ég veit ekki alveg út á hverju samt. Ég veit ekki þáttu ég að búa til marga fjölmiðla, skiptir engum alveg þetta. Nei. Já, á tímanum þá bara verður inntak fjölmiðlsins, tekur yfir nafnið. Ég veit það er bara þannig. Þegar þú er heimildin, þá hugsaðu bara það sem þau eru að gera, sko. Já, nákvæmlega. Alveg svo með kjarnin og stundin og allt þetta, sko. Já. Þannig að með tímin og dagur alltaf best sem að framsóknarmennið voru með. Já. Þeir náðu bestu nafnum. Herðu, þeir voru með matasískinin á forsíðunni. Akkurat. Sem að við erum nú búin að vera að ræða í við höfum fjallaði svolítið þetta. Fyrir áramótin. Betur gert við þeim, þeir hafa tíma til að gera þetta heila mánuð. Þannig við höfum nú verið að benda á sko að þau hafa brotiðilega öll lög sem að hægt er að brjóta í viðskiptum. Samkynningslög, skattalög. Svo eru þau náttúrulega níðast á leigjendum. Og ég veit ekki,
maður lesi þetta er gamli peningar. Þetta er þriðja kynslóðin sem við sjáum hana, svo fjórða kynslóðin, til dæmis sá sem er framkvæmdastjóri Ölmu. Já. Og þetta er bara saga hvernig auðugt fólk gengur á öll kerfi og reynir bara að svína sér mestu peningana og trúandi það að það sé hið rétta. Einmitt. Það er mælikvarðinn. Já. Því meira sem hún græðir, því betur stendur þig. Og þar lendi máttu gera hvað sem er til að græða. Já. Ég veit eins og ekki hvaða áhrif þetta hefur. Við vorum að birta vörumerkin sem þetta fólk selur. Einmitt. Það er salatúsið, Mata, Freyja, það voru að kaupa Freyju sælgætisgerð, Ali, beikonið og matfugl. Já. Og svo framleiðar líka fyrir bónus, þannig að ef það er að kaupa bónus, þeir eru að framleiða líka fyrir, já, gera það, já. Þú ætti alltaf að lesa hvað er krónukjúklingur, hvað er bónuskjúklingur. Það er fólk hefur svona... Íslendingur eru mjög lélegir við að sneiða hjá tegundum matvæla í svona mótmæliskyni. Ég fæ alltaf skeiti sem að slagi hvað var það aftur sem að þau alma fólkið er með? Það er alltaf fólk að... Fólk er aðeins farið að spá í þetta. Þannig ég á þetta bæði í texta og svo mynd eða fólk vil svona... Já, einmitt. Það var hægt það vantar svona íslenskt app held ég. Það var hægt að kaupa svona, eða þú veist, maður gæti fengið sér svona app í síman og skanna bara vöru tegundur og séð keðjuna, sko. Ég man ekki hvað það app héti, ég var einhvern með það. Og það, til þess að sneiða hjá Nestle og einhverju svona, ef maður vildi sneiða hjá. Heldur þetta að hafa áhrif? Ég vona það. En svo er þetta bæði kakvað þessu fólki, en svo er þetta náttúrulega bara andlit, þetta er sama og gerðist þegar voru seldir hlutirnir í Íslandsbanka. Já. Að þá byrtust ríka fólki í Íslandi og almenningu fekk bara taugafall. Já. Bara þetta lið. Já. En svona er náttúrulega kapitalismin. Ég veit það. Það lítur bara akkurat svona út. Akkurat. Ég veit það ekki. Man veit ekki hvort að fólk, já, eins og segi, kannski vonandi fer meðutundin samt, að því fólki er rosalega ofboðið, held ég. Fólki var rosalega ofboðið bara í tengslum við til dæmis Ölmu leigufélag. Já, með Brynju sem kom til okkar. Já, veist, þannig að það er bara algjörlega ólíðandi hegðun. Þetta er ólíðandi hegðun. Og þessu fólki vantar enga peninga. Nei. Feiki nú að peningum. Brynja hins vegar, hún átti svo lítið pening að hún gat ekki borga leiguna sem að var á þess að svelta seinni hluta mánaðarins og þau hækka samt leiguna á henni. Já, það er bara ógulagt. Og tengist líka eins og það var svona augnablik í Silfrinu þar sem hún Sigríður Hagalín spurði því hvort það væri verjandi að borga fólki svona lág laun við Halldór Benjamín. Já. Og hann sagði eitthvað svona, já, það eru þetta rétt og svo bara fór hann að tala um eitthvað annað. Það er náttúrulega það sem á að spurja þennan mann. Við erum bara í sömu stöðu og bara gegn þrælahald á þessum tíma. Já. Það er bara í hvers skipti sem Halldór Benjamín birtist eitthvað stöður og þá séu bara, ert þú ennþá að borga fólki undir 500 skall á manni? Já, einmitt. Nákvæmlega. Já, einmitt. En kannski kemur það ekkert mann. Herðu, við erum að flýta okkur. Já, herðu, enn eitt kynningafundur íþróttahús. Já. Þau ætla aldrei sem mjósta þetta. Hús hvað fólksinn? Nei, hvað kallaði þetta? Þjóðarhöllina. Já. En þetta er bara, ég veit ekki hvað að gera við stjórnmálamenn. Þau eru alltaf að halda svona fundi. Já. Þannig eru þau svona á okkur hanabryggum, þetta er eins og kallað. Já. Og þau eru að tala um hvað það er ekki búið að teikna þetta. Nei. Það er ekki búið ákvæð hver á að borga þetta. Og það er ekki ennþá búið að samt koma skipulagi á hvernig á fjármagna hörpuna. Þetta er alveg, mér finnst að fjölmiðlarnir verið að fara að taka sér saman og segja, byggið þetta bara, svo skulum við tala við ykkur. Ég rifjaði upp á samstöðinu daginn var með myndina af skóflustungunni á nýju Landspítala. Já. Þá var talað um hann er tilbúin snemma næsta ári. Byrju, hvaða Landspítala? Landspítala. Ég var svolítið á spítalanum og var að skoða þar og það var ekki vinnað hana. Nei. Og það hefur komið reynda fram í þessum kannski eins og yfirlýsingar talandi blaðamannafundi, yfirlýsingar borgarinnar þegar það ætla að byggja eitthvað tvöfalt meira. Eða það bara er ekki, það liggur vinna niðri við Landspítalann, þess að vantar fólk. Það vantar fólk í vinnu. Til þess að byggja. Það vantar fleiri verkamenn. Já. Og það vantar húsnæði fyrir erlendu verkamennina sem að þurfa að koma. Já. Jesús góður. Þannig að svona fundir, ég meina Dagur var á fundi bara dagina sem hann ætlaði bara bætti held ég við 3000 íbúðum á árið eða guðmaður eða hvað sem hann ætlaði að bæta við. Það er aðeins svo íkjur hjá mér held ég. Það er ekki verið svo mikið sem að bætti við. En það vissu allir sem að hafa ykkur innsýn í þessi mál. Þetta var innihaldslaus yfirlýsing, þannig að það er ekki fólk til þess að byggja þetta. Nei. Það þarf að leysa það áður.
og síðan fer hann á næsta fund og bóða þjóðarhöll á sama tíma og það eiginlega liggur niður vinna, kom fram í þegar var að vera gagnrýna framlög til heilbrigðismála, að Bjarni Benediktsson benti á það að þeir ættu inn einhverja 3 milljarða sem hefum ekki tekist að eyða í byggingu Landspítalans vegna þess að það gengur svo hægt verkið að það bara vanta fólk. Þannig að það furðulegt að vera út af Svo þetta líka alltaf talið með, þeir eru að setja þennan pening í þessa byggingu sem er síðan ekki nýttur og ekki notað. Það telja hann aftur og aftur. Telja hann aftur og aftur upp. Við erum með nóg pening hérna í Landspítalann. Það vantar ekki pening. Nei. Heyrðu, hnútur í samningum Bjarna við Lífeyrissjóðinn. Já, með þetta er leynifrétt sem ég sá inn á viðskiptablaðinu. Það var talað við hann heitir ekki Steinþór sem var landsbankastjóri og þurfti að fara því hann seldi ættingi Bjarna Benediktssonar Borgun. Ég held að það veri einhvern veginn í tengslu við það. Í tengslu við borgunarmálið. En að því hann sendi vinum ættingi Bjarna Benediktssonar Borgun, þá poppar hann alltaf upp sem fulltrúi Bjarna Benediktssonar í viðræðum við banka? Nei, við Lífeyrissjóðina. Út af klúðurinu með Íbúðalánasjóð. Manstu ekki? Ég held ætlaði að þröngva Lífeyrissjóðunum til þess að kyngja einhverjum 150 milljörðum eða eitthvað. Þeir ætla ekki að gera það. Þannig það er samninganefnd í gangi. Já, einmitt. Og þá náði borgunarmannin sem hann er fulltrúi engana í þessum viðræðum. En þetta er ekki frétti sem ég vil að segja. Það kemur þarna fram að nú er verið að ræða það að borga lífeyrissjóðunum með hlutabréf. Einmitt. Og hvaða hlutabréf heldur þessi? Það er náttúrulega Íslandsbanki. Og málið er að það er ekki hægt að selja Íslandsbanka lengur. VG og Framsókn neita að leyfa Bjarna Benediktsson að selja. Þú segir sko leynifrétt, ég segi grínfrétt, þetta er einhvern veginn svo... hún kemur ekki almennilega fram, ég held að kannski að skrifa svo frétt. En þá er þess að hugmyndin sú að til þess að losna við Íslandsbanka úr ríkiseigu, að þá verði lífeyrissjóðunum borgaða til þess að kyngja skuldum Íbúðalánasjóðs sem að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn byggu til. Einmitt, þetta er svo mikið steik. Einmitt. Þannig grín að það voru fréttir deilu leikstjóra og framleiðenda áramótaskaupsins. Fylgst með því? Ég hef ekki fylgst nægilega vel með því, nei. En það hafa verið einhverjar deilur. Alls konar vinklar. Það er alls konar vinklar á þessu máli nefnilega. Eitt er að því að Sigurjón fékk Spaugstofuna til að mæta í einhvern skets í manningu. Þeir voru nú bara í einhverju loka læginu eitthvað þarna. Ég hef verið að taka utan af konfettmólað eitthvað þegar það var. Ég man ekki eftir þeim. Þeir voru heldur bara í loka læginu. Ég man ekki eftir þeim í öðru. Þeir fengu þess að ekki borgað. Heldur var þeim sagt að þeir ættu að koma. En svo er því mæðrastýrsnefnd styrt. Og þeir samþýttu það einhvern veginn. Svo fá þeir eitthvað svona bakþokk að segja að þetta er ekki lægi að við sem leikarar fyrir að vinna fyrir ríkið og fáum ekki borgað. Þannig að nú er leikarafélagi komið í það að fara að kanna þetta. Og þetta er náttúrulega business. Sigurjón Kjartansson og einhverjir af Samherja frændunum eru með fyrirtæki á Selfossi. Og þeir náttúrulega skila áramótasköpunum með ágætis hagnaði. Meðal annars með því að borga ekki leikurunum. Þetta er náttúrulega alveg rosalega stegt. Þetta er svolítið svona, þetta minnir ónætanlega á þarna hlutabréfin í Íslandsbanka sem að Lífeyrissjóðirnir taka fyrir. Þarna er síðan, svona leikstjórinn vöruskipti. Þegar stundin eða kjarnin, eða þetta var sérst áður en heimildin var til, skrifaðum það að hverjir ættu þetta framleiðslufyrirtæki og kemur ljós að það er hann Samherja bróðurinn sem fór og keypti Selfoss. Akkurat. Sem og gengur undir nafninu litla nami bíjan. Hún vil alls ekki að sér tekið upp í Selfossi. Það var rosalega þrýstingur að ég takit upp á Selfossi. En hún barðist gegn því eftir þetta. Það var tekin upp á sjúkrahúsinu þarna. Og svo bara vildi hún alls ekki, þrátt verið mikið þrýsting að taka upp í nýja miðbænum og svona, og hún sagði bara nei, kemur ekki greina. Það er hann að mathallarbrandarar og eitthvað fleiri sem hún hefur þurft að berjast hatramlega gegn því að enda á Selfossi. Nema að þessi mynd þannig að við fáum að sjá hann aftur, að hún er tekin upp á Selfossi, ef ég skil fréttirnar rétt. Verðbólgudraugurinn. Það er verðbólgudraugurinn og mjög fyndinn skets þar sem að hann birtist síðan hann við bærins bestu. En þetta er Sigurjón Kjartansson framleiðandi. Og eins og ég skil fréttirnar að þá er þetta tekið upp á Selfossi. Þetta er tekið upp á Selfossi, eins og sjá má. Nei, það var hægt að sjá Ölfusárbrú hann í bakgrunni, en henni var eitt út. Henni var eitt út, þess vegna sjáu hann ekki. Eins og ég skildi fréttina. Þess vegna sjáu hann ekki. En ég við kannski fjöllum þetta betur. Herðu,
Er þetta ekki bara gott í okkur? Þetta er gott bara.